Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál mánudaginn 7. mars. Við efnum til þess að auka þáttar í beinni útsendingu héðan úr hádegismóum í tilefni þess að á föstudaginn síðasta var lögð fram þingsályktunartillaga það að Ísland myndi mögulega ganga í Evrópusambandið. Það er að segja að þjóðin á að svara því hvort að við viljum halda viðræðum við Evrópusambandið mögulega inngöngu í það áfram. Þetta er dálítið sprengja inn í pólitíkina, ekki síst í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga og við ætlum að taka þetta mál föstum tökum hér í umræðinu og leiða fram kost og galla aðildar og auðvitað eðli þessara atkvæðagreiðslu því að sitt sýnist hverjum í því. Ég fæ hingað til mín mjög góða gesti. Í fyrirhluta þáttarins verður það Björn Ingi Hrafnsson sem aðstoðarmaður formanns Miðflokksins og Magnús Árni Skjöld Magnússon sem formaður Evrópuhreyfingarinnar. Þeir ætla að ræða þetta svona út frá víðum og breiðum grunni en síðan í síðari hluta þáttarins þá fæ ég hingað til mín Pavel Bartósek sem formaður utanríkismálanefndar þingsins og Jens Garðar Helgason sem varaformaður Sjálfstæðisflokksins. Þar ætlum við að beina spjótum frekar að því hvernig þingið muni fara með þetta mál á næstu vikum. Það er ljóst að tíminn er af skornum skammti. Fylgist þið með, spennandi umræða hér mjög mikilvægt og lifandi mál næstu mínúturnar. Samsung kynnir nýjan Galaxy S26 Ultra. Meira frelsi, meira næði. Can you do this? Kynntuð málið á samsungmobile.is. Klæddu bygginguna í stíl með álklæningu frá Límtré Vírnet. Íslensk framleiðsla, nýsköpun og áratuga þekking. Kynntuðu möguleikana á limtrevírnet.is. Vantar þig bílavarahluti? Á Polsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum all land. Polsen.is. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Hér hjá A4 húsgögnum bjóðum við upp á fjölbreytt úrval skrifborðsstóla við allra hæfi. Endilega kíktu til okkar í heimsón við Skeifuna 17 ef þið vantar frekari upplýsingar. Komið sæl nýju. Við býðum ekki boðana í sambandi við umræðuna þessa þingsályktunartillögu. Þingið að koma saman núna klukkan 3 þá taka fyrstu umræðuna og það er ljóst að það verður handagangur í öskjunni í pólitíkinni en auðvitað líka bara í heitu pottunum og kaffistofunum því þetta er mál sem varðar mikla hagsmuni íslensku þjóðarinnar. Þeir eru komin hingað eins og ég sagði áðan Björn Ingi Hrafnsson, hann aðstoðarmaður formanns Miðflokksins og Magnús Árni Skjöld Magnússon sem formaður Evrópuhreyfingarinnar. Komið sælir. Lesaður. Ég leyfði mér áðan þegar við vorum að kynna þáttinn að einfaldlega varpa fram spurningunni erum við á leiðinni inn í Evrópusambandið? Er ég að þjófstarta með því móti? Með því að spyrja þeirra spurningar? Já. Sko, það er náttúrulega ljóst að þetta er skrefið þá átt, vitaskuld, en sko það eru auðvitað margar hindranir í veginum fyrir því að við göngum endanlega inn í Evrópusambandið. Það er auðvitað fyrst þessi þjóðaratkvæðagreiðsla, það er auðvitað að afgreiða þessa tillögu út á þinginu fyrst og svo er það þessi þjóðaratkvæðagreiðsla væntanlega í haust ef að hún fer þannig að þjóðin segir já við því að halda áfram þessum viðræðum að þá tekum við ferli sem við vitum svo sem ekki hvað tekur langa tíma, sumir segja að getur tekið stuttan tíma, aðrir segja að það muni taka lengri tíma. Við þurfum síðan að sko ef það kemur samningur út úr því að þá þurfum við að halda aðra þjóðaratkvæðagreiðslu hann og í millitíðinni þurfum við að hafa þingkosningar af því að það þarf að samþykkja stjórnarskrárbreytingu til þess að við getum gengið í Evrópusambandið. Sem að felur þá í sér heimild til valdaframsal sem að aðild óhjákvæmilega felur. Passar, sem var mikil spurning uppi þegar við gengum í Evrópska efnahagssvæðið á sínum tíma eins og þeir vitið sjálfsagt. En eru í raun engin áhöld varðandi þetta atriði? Nei, það hefur aldrei verið neina áhöld það og það liggur alveg ljóst fyrir. Björn Ingi, eru við á leiðinni inn í Evrópusambandið? Nei, ég held ekki. Ég held að þjóðin sé svolítið að vakna hins vegar við þann möguleika að það geti verið stemning fyrir því og plan hjá tilteknum aðilum að koma okkur inn þar svona hratt og á þess að mikið beri á. Og við það held ég að allir sem hafa ekki áhuga á því hljóti bara einfaldlega að vakna og hvetja í rauninni bara alla til þess að átta sig á því hvað stendur til. Það er lítill tími til stefnu og þetta er gríðarlega mikilvægt mál. Þetta er, ef ég þetta minnir á Icesave slaginn sem að skók hérna samfélagið á sínum tíma. Þetta er gríðarlega
mikilvægt mál sem varðar fullveldi þjóðarinnar og krefst bara mikillar umræðu og mér finnst bara svolítið svona skrítið með það hvað ríkisstjórnin segist vera stolt af þessu máli og þetta sé mikil lýðræðisveisla sem hún ætlar að bjóða upp á. En svo þolir það bara enga skoðun þegar maður pælir í því. Tíminn knappur, þetta var ekki á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar. Það komu fréttir fyrst þetta frá útlöndum, svo það staðfest heima. En þetta stjórnarsáttmálanum? Jú, ekki síðasta lagi fyrir 2027, en það kom eftir, eins og við munum, eftir kosningar. Þetta var ekki rætt fyrir kosningar. Kristrún Frostadóttir, það kom bara í fréttum að hún hefði tekið Evrópumálinn af dagskrá hjá Samfylkingunni. Því að það væri mikilvægara að sinna efnahagsmálum og koma ákveðnum hlutum hér í lag. Og ég bara þekki ekki nokkurn mann sem getur haldið fram að þessi búið að koma efnahagsmálunum í lag á Íslandi. Vöxtum og verðbólgu niður eða svoleiðis. Það sem verið að gera, alveg augljóslega, það verið að koma með risastórt mál sem tekur alla athygli og umræðuna til þess að við séum ekki að tala við raunverulegu vandamálin. En það ekki skaðlaust þrátt fyrir alltaf að spyrja þjóðina hvort að það megi fari að þetta viðræðu? Þetta felur ekki í sér endanlega niðurstöðu. Þjóðin mun á öðrum tímapunktum geta komið í veg fyrir að fara inn ef að samningurinn reynist óhagstæður. Já, en þetta hljómar eins og þú leggur upp spurningunum upp, þá þetta það sem þau vilja að láta okkur halda. Að þetta sé skaðlaust, að kíkja í pakkan, athuga hvað verður í boði. En staðreyndin svo, bara eins og talsmenn sambandsins hafa sjálfir staðfest og meira að segja viðmælandi RÚV núna helgina, að það ekkert að semja. Það 95% liggur algjörlega fyrir samþykkt af 27 ríkjum og svo 5% þar sem að Evrópusambandið hefur stundum fallist á tímabundnar undanþágur, en þær renna út, eins og Írar hafa nú aldrei tekið eftir núna. En fyrst og fremst það að ef við tökum upp þráðinn aftur, þá erum við að taka upp viðræður sem áttu sér stað fyrir löngu síðan, þá bara verið að gera þær aktúelt upp á nýtt og þá hefst aðlögun að Evrópusambandinu. Stjórnkerfið íslenska fyrir að laga sig að Evrópusambandinu, uppfylla skilyrði og það meðal þess ástæði fyrir því að sum ríki sem hafa verið lengi í hópi umsóknarríkja, Serbía og Svartfjallaland, hafa ekki uppfyllt skilyrði til dæmis í fjármálum og þá spurningin uppfyll við skilyrði Evrópusambandsins í sjávarútvegsmálum. Þetta verður mjög spennandi að sjá. Það kemur í ljós. Magnús, þú ert ósammála þessu. Þú tekur væntanlega undir það sem Kristrún og þau segja að þetta sé leið til þess að fjölga valkostum Íslands. Ég veit að þú vilt að við göngum inn í Evrópusambandið en ég kannski meira veltaði fyrir mér þessu millistígi. Já. Sko það náttúrulega mjög margt sem að kom fram hérna hjá Birni Inga sem að ástæða til þess að tala eins og varpa betra ljósi á. Í fyrsta lagi þá þetta en náttúrulega ekkert verið að lauma okkur eitthvað inn í þetta Þetta munu eins og Björn Ingibjörg bendir reyndar á síðar í sínu máli að þetta munu taka mjög mikla athygli og athyglin mun vera á þessu máli. Þetta verður mikil umræða í kringum þetta, hún nú þegar hafin. Og það verður seinna í sumar? Já, en þetta í sjálfu sér ekkert flókin spurning sem að verið að spyrja núna. Það hefur verið að spyrja hvort að ég halda áfram þessum aðildarviðræðum sem að hófust 2009-10 þegar eftir að sótt var aðild að Evrópusambandinu á sínum tíma. Og það auðvitað bara ásíðan eftir að koma í ljós. Það ekki rétt að það sé ekki hægt að semjum hluti við Evrópusambandið. Það rauninni allir aðildarsamningar með þeim hætti að þeir eru sérstakir. Það engin eins, þetta ekkert one size fits all. Þó svo að margir innan Evrópusambandsins myndu gjarnan vilja hafa það þannig og ég meina það auðvitað augljóst líka að Evrópusambandið hefur einhverja ákveðna hefur ákveðið ofnæmi fyrir orðinu undanþágur eða opt-outs. Og engar varanlegar undanþágur? Nei, jú, undanþágur og undanþágur. Það eru ýmsar, when there's a will, there's a way, afsakið slettuna. Þetta sem við erum að tala aðildarsamningur á Evrópusambandinu eins og kom fram í máli deildarforsta lagadeildar HR hjá í ágætu hlaðvarpi sem Evrópuhreyfingin heldur úti meginlandinu, að þá í rauninni aðildarsamningar að Evrópusambandinu bara þjóðréttarsamningar og gilda sömu lögmálum þá og hverja aðra þjóðréttarsamninga. Það að segja að það þetta semja hvað sem þið vitið. Þó svo að það sé ákveðin forskrift fyrir því hvernig því slíkir samningar að vera og ég ekki að segja það verði samið hvað sem og þú talaði líka, Björn Ingi fyrir ekki, ég held að klára það, Björn Ingi talaði líka aðlögun að stjórnkerfi og starfsháttum Evrópusambandsins. Uppfylla skilyrðin? Já, það nú einu sinni þannig, Björn Ingi, að við erum búin að vera meira og minna inn í þessu sambandi síðustu 30 árin með EES-samningnum.
við erum inn á innri markaðnum, við erum hluta Schengen, við tökum þátt í meira og minna öllu svona valkvæðu samstarfi sem að Evrópusambandið kemur á fót. Þannig að það býsna margt sem að við höfum tekið upp eftir Evrópusambandinu. Það í sjálfu sér það ekkert margir málaflokkar á Íslandi sem eru algjörlega án allra áhrifa Evrópusambandsins á þá og ég veit ekki að líka okkar aðildarviðræðum við aðildarviðræður Makedóníu eða Svartfjallalands eða Serbíu eða Króatíu eða hverja annara, það auðvitað ekki maklegt, því að við erum auðvitað á allt öðrum stað. Við erum á öðrum stað, en þess vegna hefur Evrópusambandið áhuga á því að fá okkur inn af því að við erum á allt öðrum stað heldur en önnur umsóknarríki. Bara þannig. Við munum ekki fá styrki Evrópusambandsins, við erum að fara að borga til Evrópusambandsins. Það náttúrulega engin leið að segja það, Björn Ingi, vegna þess að Ætlarðu að halda því fram að við munum ekki koma þannig út í samburunum með aðrar þjóðir sem eru umsóknarþjóðir. Þú gengur auðvitað ekkert inn í Evrópusambandið bara til þess að fá styrki. Það auðvitað, þjóðir ganga inn í Evrópusambandið út af mörgum öðrum ástæðum heldur en einhverjum styrkjum sem að eru til staðar. En þjóðirnar skoða það bara eins og Danir, þeir skoða svolítið gott að með sér netto greiðendur eða... Nei. Þetta eins og bara, þú ert væntanlega í golfklúbbi. Þú ert alveg örugglega að tala um Evrópusambandið sem við þekkjum. Já, þú ert væntanlega í golfklúbbi, það ekki? Þú gengur ekki þangað inn til þess að fá styrki, það? Þú gengur þangað inn vegna þess að þú vilt taka þátt í starfið þess og njóta góðs af því sem persóna að vera þar. Það ekki? Jú, en það sem ríkin að gera þegar þið gangi í Evrópusambandið. Þau vilja njóta góðs af því að vera inn á stóru markaði. Hárrétt. Vera í sambandi sem en þau þrjú ríki sem eru í samstarfi við Evrópusambandið hafa einmitt komist að þeirri niðurstöðu, Noregur, Sviss og Ísland, að þau séu bara í miklu betri stöðu sjálf heldur en Evrópusambandið. Skulum bera Noreg og þannig að umsóknarríkin sem eru hin Noregur olíuríki. Já, það olíuríki. Já, og Ísland verður stærsta fiskveiðiþjóðin innan Evrópusambandsins. Já, algjörlega. Þannig að það liggur auðvitað fyrir að við verðum alveg í sérstöðu, við höfum sérstöðu þegar kemur að sjávarútvegsmálum. Já, heldur að Evrópusambandið muni taka mjög mikið tillit til íslensku sérstöðu. Það bara aldrei að vita, Björn. Og það auðvitað bara klára. Segðu Írum það sem að... Írar ekki sjávarútvegsþjóð á sama skala á Íslandi. En undanþágan rann út daginn. Já, það ætluðu Írar að fá að halda henni áfram og Evrópusambandið, nei, nú tekur Brussel við. Írar eru búin að vera aðilar að Evrópusambandinu síðan 1973. Og þú getur ekki haldið því fram að það hef ekki verið hagfellt fyrir Írland að vera aðila að Evrópusambandinu. Írland var eitt af fátækustu ríkjum Evrópu þegar þið ganga inn, ömurleg staða, mörgum ástæðum. En í dag eru þeir samkvæmt þjóðarframleiðslu á mann ein ríkasta þjóð Evrópu. Jafnvel farnir fram úr okkur. En þegar við göngum inn í Evrópusambandið, að þá tapast fullveldisréttur okkar í ýmsum málum eins og það að við erum aðilar Schengen núna. Við getum tekið þá ákvörðun á grundvelli okkar fullveldis að við viljum ekki lengur vera þar inni. Já. Það munum við ekki gera þegar við konum inn í Evrópusambandið. Jú, við getum alveg, þetta er ekkert óuppsegjanlegi samningar að ganga í Evrópusambandið, eins og bara Brexit sýndi fram á. Já. Það eru þetta að ganga þar út aftur. Já, þetta eru þjóðréttarsamningar. Við höfum alveg sömu stöðu og Bretland í því samhengi. Nú ætlum ég bara að nefna nokkur dæmi sem hafa verið í fréttum. Já. Það hafa nokkur lönd Evrópusambandsins reynt að passa upp á sinn fullveldisrétt þegar kemur til dæmis að móttöku hælisleitenda, olíu- og gassamningum og öðru slíku og hafa verið beittir hótunum, þvingunum og útskýrt að það séu ekki þau lönd sem ráði heldur Evrópusambandið. Já, nú skulum við bara aðeins horfa á málinn í samhengi. Hvað er Evrópusambandið? Það er klúbbur í staðan í dag 27 fullvalda ríkja. Og hvaða tæki hefur Evrópusambandið til þess að beita aðildarríki sín þvingunum? Jú, með einhverjum ráðstöfunum innan Evrópusambandsins og einhverja hluti sem snerta samvinnu þess. Til dæmis hvort að ríkin fá greidda styrki sem að Evrópusambandið hefur veitt þeim. Skiljið mig, það eru þvingunar. Það er enginn sem kemur, það er enginn sem, ég meina, þú veist, það er auðvitað bara eins og með hverja aðra þjóðaréttarsamninga. Já, þeir hóta pólverjum og ungverjum dagsektum ef þeir taka ekki á móti ákveðnum hluta hælisleitenda. Hvaða lögga kemur til Varsjár eða Búdapest til þess að innheimta það þegar þeir borga ekki þessar sektir? Þú ert að segja að Evrópusambandið sé að hóta einhverju sem það muni síðan ekki... Það liggur... Þannig að ef Evrópusambandið myndi að hóta okkur þá bara eigum við að treysta því að löggan kom ekki til að innheimta það. Þetta er einfaldlega þannig, Björn, að þetta er svona eins og með golfklúbbinn.
ef þú brýtur siðareglur golfklúbbsins, þá koma þeir ekki heim til þín og brjóta allt í eldhúsinu hjá þér. Nei, en sko, ég fer í golfklúbbun af því ég vil fara í golfklúbbun, af því að það er gott fyrir mig. Það væri nákvæmlega sama ástæða fyrir okkur Íslendingar. Já, en við Íslendingar viljum ekki fara í Evrópusambandið. Ástæðan fyrir því... Það þú verið sjálfa þig, sko, því að það er alveg, sko, skoðanakannanir sína, það er alveg helmingur þjóðarinnar sem hefur áhuga. Já, ég skal bara taka nokkur dæmi. Samtök iðnaðarins og samtök atvinnulífsins voru að birta niðurstöður sinna félagsmanna núna, bara síðast í morgun samtök iðnaðarins, sem sýnir að meiri hluti félagsmanna þeirra eru andvígir inngöngu. Þetta eru samtökin, Magnús, sem keyrðu málið áfram hérna fyrir hálfum öðrum áratug. Þetta er auðvitað rétt ákjumál. Og bara í hlaðvarpstætti á mér fyrir rúmu ári, í aðdraganda kosninga, voru Kristrún og Þorgerður Katrín hjá mér. Og Kristrún sagði, þetta er mál sem klífur þjóðina. Við getum ekki farið með málið af stað þegar það klífur þjóðina, það þarf að eiga sér miklu meiri umræða stað innan atvinnulífsins og með launþegahreyfingana og annað. Ekkert af þessu hefur verið gert. Það er einfaldlega þannig að Viðreisn hefur verið að pompa í skoðanakönnunum og þá kemur það viðbragð að hún segir við verðum að fá þetta hraðar heldur en til stóð. Og það stóð til að gera þetta árið 2027, nú er verið að gera þetta með hraði síðsumars af því að Viðreisn fór á taugum. Ég get ekki svara fyrir þessa pólitík, þessara flokka sem þú nefnir þarna. Við erum annað fólk í því. Og hérna það er annað fólk í því. En sko, í sjálfu sér að þá er það þannig að Samfylkingin hefur ekkert farið í grafgötur með það hvaða stefnu hún hefur í Evrópumálum og það var ekkert svo sem leyndamál heldur. Þeir tóku málið af dagskrá. Sko, fjölmiðlar túlkuðu það þannig að það væri tekið af dagskrá. Nei, það var formaðurinn sjálfur sem sagði það, Magnús. Ég tók þátt í því að skrifa kosningastefnu Samfylkingarinn á sínum tíma, án þess að ég vil ekki gera endilega mikið úr mínum hlut þar. Þá veit ég hvað stendur þar. Já, en finnst þér að Samfylkingin mikið að auglýsa Evrópumálin? Nei, þetta var ekki forgangsatriði. Ég get alveg tekið undir það í kosningabaráttu Samfylkingarinnar fyrir síðustu alþingiskosningar. En hins vegar stóð þar í stefnunni að það væri stefnt að þjóðaratkvæðagreiðslu máli á þessu kjörtímabili. Ein spurning, sko, eitt er með Samfylkingun og Viðreisn, en inn í þessu samstarfi er mjög aðsóknarmikill flokkur sem heitir Flokkur fólksins. Og hann segir, eða Inga Sæland segir, við erum fylgjandi að fólki fá að ákveða þetta en við munum berjast með 8 egg gegn aðild að Evrópusambandinu. Er ekki eitthvað hæft í því að það sé veikt eða jafnvel ómögulegt að ríkisstjórn eða valdhafar í landi fari svona vegferð og þriðjungur, allavega eitt hjól undir bílnum, þetta eru ekki 4 hjól en þetta er 3 hjóla bíl, er ekki vont að staðan sé þessi? Eru dæmi að ríkisstjórnir fari á þessum forsendum inn í svona vegferð? Já, þetta er bara mjög valid spurning, Stefán, og við sáum það auðvitað hvernig málin voru á kjörtímabilinu 2009-2013 þegar þjóðstjórnin var í gangi. Það er eina dæmið sambarlegt og það fór eins og það fór. Það fór ekki mjög vel. Þá var þjóðin reyndar ekki spurð? Nei, það var farið af stað á þess að spyrja þjóðina, en nú, sko, ég er alveg viss það að Viðreisn og Samfylkingin og þeir sem aðhyllast þetta væru helst til að hafa einfaldlega bara atkvæðagreiðslu það að fara áfram. Þau vita hins vegar að það er ekki samstæð það hjá þjóðinni og þess vegna er farin þessi millileið að halda viðræðunum áfram. En þá er bara, ég meina, sko, þetta er orðið eldgömul plögg sem á að taka upp og halda áfram með. Og ég ætla bara að vekja athygli ykkar á því að Össur Skarphéðinsson sem var utanríkisráðherra í því ferli sem stendur nú til að halda áfram með ef þetta yrði samþykkt, að hann sagði bara daginn að Viðreisn var á góðri leið með að klúðra Evrópumálunum af því að þetta er gert með þessum hætti. Hvað var hann að vísa sérstaklega í þar? Með því að vinna þetta með þessum hætti að þetta er gert svona til hliðar, allt í einhverjum flýti og sko, ef að ríkisstjórnin er svona stolt af þessum máli og hún hefur virkilega trú á því að þetta geti verið okkur til bjargar, að þá gerur hún það sem Kristrún var búin að segja, að efnir til víðtækrar umræðu, tekur 6-8 mánuði í það og þannig að það sé að velta fyrir sér kostum og göllum en ekki að ræna sveitarstjórnarkosningunum af öllum þeim fulltrúum allra flokka sem héldu að þeir væru að fara í umræður sveitarstjórnarmál og munu ekki koma að stað með leikskólamálin og hitt og þetta af því að Evrópumálið tekur alla umræðuna og síðan fyrir fólk í sumarfrí og svo
í lok sumars þá að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu að halda viðræðunum áfram. Kom aðeins inn á tímasetninguna eftir, en mér langar aðeins að því að vorum að ræða undanþágur og ef hægt að tala upplýsingaóreiðu þá tengist það þessu máli vegna þess að, og það reyndar annað atriði til að ræða við ykkur hér rétt og eftir og það spurningin það hvort aðildarinn svona hafi verið dregin til baka eða ekki. En hitt atriðið eru þessar undanþágur sem að sumir segja sé ekki til staðar aðrir ekki og maður horfir upp á upptökur meðal annars frá frægum blaðamannafundi Össurar Skarphéðinssonar og Stefán Füle og síðan sérfræði álit sem hafa verið dregin fram hjá RÚV og hér hjá okkur og fleiri stöðum og þar þetta fólk mjög afdráttarlaust þetta það sé engar undanþágur og ég segi, ég ætla ekki að fullyrða hvað rétt og rangt í þessu en menn tala algjörlega í kross. Já. Þetta auðvitað bara, þetta dálítið spurning hugtakanotkun og þessi, eins og ég segi, þetta opt-outs eða undanþágur og það ekki svona, hvað við að segja, það er ekki hátt skrifað hjá Evrópusambandinu eins og staðan í dag. Það hins vegar alveg ljóst að það hægt að komast að einhverjum sérlausnum eða útfærslum í aðildarsamningum og það auðvitað það sem samningarnir myndu ganga út á. En þá hefur þetta fólk rátt fyrir sér sem fullir þetta, þau taka þá á djúpt í álunni. Ég vitta bara aftur í Gunnar Þór forseta lagadeildar HR sem sagði það að það væri í rauninni rátt, já. Það væri ósatt að það væri ekki, já, sko, talsmenn Evrópusambandsins eru auðvitað bara með ákveðið handrita því hvað þeir eiga að segja í aðdraganda svona samninga viðræðna. Það auðvitað bara þannig. Þeir eru samningamenn, slingir samningamenn og þeir auðvitað bara segja það sem að þeir telja að því auðvitað vilja þeir að sko, markmiðið þetta. Þetta í sjálfu sér ekkert sko sinnist markmið. Markmiðið það að búa til samræmdan markað innan Evrópu, á milli Evrópuríkja til þess að auka samkeppnishæfni og velmegun í álfunni. En það hefur ekki tekist, Magnús. Það hefur algjörlega mistekist. Það hefur náttúrulega ekkert algjörlega mistekist. Hvers konar fáraleg fullir. Já, ég skal bara færa rök fyrir. Hvernig hefur það algjörlega mistekist? Heyrðu, Draghi skýrslan. Draghi skýrslan. Sýnir bara fram á. Hann segir okkur hefur algjörlega mistekist. En hvað er Draghi að biðja? Hann að biðja enn frekari samþættingu Evrópusambandsins. Nú vil ég að segja eitthvað sem ég getur venjulega ekki sagt. Leyfðu mér að komast að. Þetta er mjög hátíð. Ég get votta það. Ég trú ekki með einu eyrum. En ég ætla að segja... Gjörðu svo vel, fyrst þú spyr svona. Nei, sko, í efnahagsmálum, þegar kemur að alls konar atriðum, hefur til dæmis þýskur iðnaður bent á að Evrópa ætlaði að vera sko heilagri heldur páfinn. Á meðan að önnur iðnríki annars staðar bara flugu framhjá. Því að Evrópusambandið bjóð til alls konar reglur, síðast það sem við erum að horfa fram á núna, stórkostlega skatta á flug og skipasamgöngur til og frá landinu. Það sem ekki tekið til þess að við erum eyja. Við höfum bara taka lest, en það er ekki lest sem gengur frá Íslandi. Sko. Þetta eru bara svona hlutir. Gervigreindin sem að núna aðal kapphlaupið í heiminum. Evrópusambandið að setja slíkar reglur að það bara ekkert gervigreindarfyrirtæki sem ætlar að vera basirað í Evrópu. Þannig að Evrópusambandið bara missir af þeirri lest. En þau ætla að vera með sínar hörðu reglur og kanslari Þýskalands segir bara, heyrðu, þetta hefur algjörlega mistekist. Við þurfum að snúa öllu regluverki Evrópusambandsins og vinda ofan að því að við erum búin að regluvæða okkur í drasl. Þetta eru bara... Já, það eru nokkur atriði þarna sem rétt að svara í. Þannig að þetta eru rök fyrir því sem ég var að segja. Auðvitað eru gervigreindarfyrirtæki í Evrópu og ekki neinn sem að máli skipta í stóra samhenginu. Það er ekki þessi risastóru. Nei, og það er út af regluverki Evrópusambandsins. Það er fullt af smærri fyrirtækjum sem eru að vinna á vettvangi gervigreindar í Evrópu, en það skiptir ekki máli, það er aukaatriði hérna. Sko, í fyrsta lagi að þá eru sko þá eru ýmsar áskoranir í efnahagslífi álfunnar sem að snerta ekki Evrópusambandið, til dæmis það er stríð í næsta nágrenni, ódýr orka sem að Þjóðverjar höfðu aðgang að í nokkra áratugi að hún ekki lengur til staðar. Því að þeir lokuðu á hana? Já, ég meina það er bara út af því að hún var að koma frá. Þeir lokuðu, það er alveg hárrétt hjá þér, þetta voru mistök. En þetta eru þeirra eigin ákvarðanir? Já, þetta eru þeirra eigin, það var ekki Evrópusambandið sem sagði þeim að gera það. Já, það voru meðal annars sko regluverk Evrópusambandsins, til dæmis í umhverfismálum, sem gerðu það verkum að Kína og Rússland
Indland, Brasilia, Bandaríkin tóku bara algjörlega fram úr af því að Evrópusambandið ætlar einhvern veginn að ákveða að tökum bara plaströr eða papparör eða eitthvað svoleiðis, einhverja ákvarðanir sem eiga að vera teknar í Evrópu en gilda svo bara ekkert annars þar í heiminum. Þetta akkurat the tragedy of the commons, skilur mig, þegar við þurfum að berjast við risastóran vanda sem og við getum ekki... Og vaknar samt ennþá á hverjum degi og langar hann inn? Býta aðeins. Þegar við þurfum að berjast við risastóran vanda eins og loftslags váin að þá ekkert nóg að bara ég gera eitthvað til þess, þið þurfum að gera það líka, skilur við. Aðrar þjóðir heims þurfum að gera það líka, þess vegna þarf að ná samstöðum það. Ég heyrði viðtal við aðstoðarforstjóra í Landsvirkjun daginn sem sagði frá því að við værum að innleiða núna gamla reglur Evrópusambandsins af því að það svo mikið lagg á innleiðingu hjá okkur á reglum. En sko þær reglur sem verið að setja út núna, þær eru sko mun einfaldari og einfaldaðri útgáfa sem til dæmis til þess að mæta þessum áhyggjum sem þú ert að tala þarna og það væri ástæða til þess að kannski að innleiða þær frekar. Vegna þess að Evrópusambandið að bregðast við því sem hefur komið fram í... Það tekur óskaplega langan tíma. Sko á sama tíma og kansleri Þýskalands að segja við höfum regluvætt okkur allt of mikið að þá er Brussel ennþá að regluvæða. Þetta svona eins og risastórt skip sem tekur sko langan tíma að snúa. Skilur hvað ég á við? Það kemur 3. og 4. pakki af einhverju og þeirra hinnir kjörnu fulltrúar, fólki sem stýrir Londonum í Evrópusambandinu, það ræður ekki ferðið. Það eru andlitslausu embættismenn. Nei, akkurat. En af hverju en við erum nú þegar inn í þessu regluverki öllu saman, meira og minna, nema bara þegar kemur að sjávarútvegsmálum og landbúnaðarmálum og svona einstaka öðrum málaflokkum. Af hverju eigum við þá ekki að taka þátt í því að móta þessar reglur? Af hverju eigum við þá ekki að koma okkar fólki að í þessum stofnunum til þess að hafa áhrif á þær, hvernig þær eru mótaðar á öllum stigum málsins? Sko, ég held að það Er það ekki fullveldi spurningi sem við stöndum frammi fyrir? Ég efast ekki eina sekúndu að það er fullt af fólki í íslenska stjórnkerfinu sem láti sig dreyma að komast á spennan í Brussel og vinna þar. En ég held að almenningur átti sig á því að í stóra samhenginu, á Evrópuþinginu og í ráðherraráðinu, þá munum við ekki hafa mjög mikið þetta að segja. Við verðum bara krækiber í helvíti. Við getum allavega mónitorað þau mál sem að skipta okkur mestu máli og haft áhrif á þau. Þannig að við erum þá að gera það til þess að mónitora helstu mál. Nei, til þess að taka þátt í því. Í staðinn fyrir að við tökum bara sjálfstæða ákvörðun hvað er okkar hagsmunir. Við erum 400.000 manna þjóð á 450 milljóna manna markaði. Einmitt. Og við myndum vera með einn af 28 ef við gengjum inn framkvæmdastjórum sambandsins. Við værum með okkar ráðherra sem væri þar einn af 28 ráðherrum í ráðherraráðinu. Vissulega þegar það kemur til atkvæðagreiðslu þá myndum við ekki vera með sama atkvæðavægi á Þýskaland. Það er ekki alveg líklegt, nei. Og ekki en við værum enga síður þar með okkar rödd við borðið sem við erum ekki með í dag. Þess vegna er þetta í mínum huga spurning það bara að efla fullveldi Íslands með því að taka þátt í þessu samstarfi sem álfan okkar er í og sem við erum í á fullum krafti nú þegar og við höfum enga stefnu að ganga út. En ein efnisleg spurning bara í sambandi við þetta og varðandi fullveldið. Getur verið að fullveldi krefjast þess að við drögum bara úr þessu samstarfi? Það er við bara tökum okkar ákvarðanir sjálf af því að aðgengið innri markaðinu snýr auðvitað að því að við getum selt vörur og þjónustu og keypt vörur og þjónustu eftir einhverju svipuðum viðmiðum. Nú getum við státað því að vera með mjög öruggan vinnumarkað, hér er heilbrigðiseftirlit og heilnæmi matur og annað með miklum ágætum, sjávarútvegurinn þetta dæmum. Er þetta kannski of dýru verði keypt að taka við holskeflu allra þessara reglna fyrir það eitt að fá aðgengi að þessu markaði sem nótabenni er hlutfallslega minnka mikið í alþjóðlegu samhengi? Þetta er allt vörur og þjónusta sem við getum bara selt eitthvað annað. Þetta er auðvitað spurning sem ég held að vert sé að spyrja atvinnulífið á Íslandi og ég held að þetta sé alveg rétt hjá þér, Stefán. Þetta er fullveldi spurningin sem við stöndum frammi fyrir. Þetta er væntanlega ástæða fyrir því að atvinnulífið vill ekki ganga þarna inn. Eigum við að nýta fullveldissrétt okkar til þess að taka þátt í þessu samstarfi á fullan hátt eða eigum við að stíga út fyrir og vera algjörlega bara ein á báti. Við erum með dæmi ríki sem gerði það. Bretland steig út úr Evrópusambandinu 2020, gekk þá endanlega út eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna 2016 og það er nú svona ýmislegt sem bendir til þess að það hafi nú ekki verið Þeir hafa haldið mjög illa á sínum málum. Ekki verið gott skref En ein spurning sem ég varpa til ykkar beggja varðandi fullveldi, nú er ég ekki lögfræðingur og þið ekki heldur endar.
Ótrúlegt er satt. Ótrúlegt er satt, engin lögfræðingur í húsinu. Geta verið með lögfræðingarlausan þátt að þegar að talar fullveldi og Evrópusambandið er í samskiptum við Ísland og þá eigum við í einhvers konar samningssambandi. Já. Þegar við göngum inn í Evrópusambandið þá setjumst við borð þar sem er tekin lýðræðisleg ákvörðun og við beigjum okkur undir það að það sé meirihlutinn sem ráði. Þá er einhver fullveldisrétti til að dreifa það. Þá er þetta bara orðið þannig að við setjum sannlega við borðið, við getum haft okkar áhrif og komið okkar sjónarmiðum á framfæri. Já. En svo er tekin ákvörðun og við erum búin að beygja okkur undir það að það sé sameiginlega ákvörðun okkar allra ef við verðum undir. Er það ekki getum við kallað það fullveldisrétt? Það er auðvitað, hvað kallar maður að deila fullveldi sínu með öðrum og í klúbbi þar sem að þú reiknar með því að það að deila fullveldiðinu með öðrum sé þér til hagsbóta. Að þynna það út? Það má kalla það kannski, já. Mér finnst það að vera mjög mikið umhugsunarefni og ég held að Icesave sé frábært dæmi það þegar að eins og við munum, þegar að við vildum beita okkar fullveldisrétti þar og ekki ábyrgjast skuldir einkabanka og Evrópusambandið og fleiri aðilar sögðu nei þið getið ekki gert þetta er algjörlega ómögulegt, þið hafa ekki rétt til þess og þá beittum við Íslendingar okkar fullveldisrétti sem að dómstólar staðfestu síðan að við hefðum það bara gefur augaleið og að hvert einasta mannsbarn áttar sig á því að ef við værum í Evrópusambandinu þá gætum við ekki gert þetta. Þá yrðum við bara einfaldlega að gera eins og okkur væri sagt. En er ekki rökin samt þau Björn að ef við hefum verið í Evrópusambandinu þá hefum við bara verið með evru og bankakerfið ekki fallið og það hefði aldrei verið neina svona skuldbinding? Nei, það er ekkert öll lönd í Evrópusambandinu með evru. Danir eru með sína krónu og fasthengdu það á sínum tíma og ég meina, þú veist, við verum bara að horfa á Evrópusambandið eins og það hefur þróast. Pólverjar eru ekki með evru? Nei, og ég meina Pólverjar og margar þjóðir eru að spyrja sig að þessa dagana hvað ferðalagi er að Evrópusambandið vegna þess að það vill mér finnst að mörguleyti þessi hugmynd tollabandalag og innri markað góð og að reyna að koma í veg fyrir að nágrannar þjóðir væru endalaust í stríði við hver aðra. Það er bara margt við gamla Evrópusambandið eða Evrópubandalagi sem var mjög góð hugmynd. Stálokólabandalagi. En síðan komu ýmsir leiðtogar eins og Frakklands og fleiri sem að sögðu, heyrðu, Evrópusambandið er ekki nóg, við verðum að gera þetta að svona ofurríki Evrópu sem að er á pari við Bandaríkin og Kína og slíkt og það er bara allt annað mál og þeir vilja bara að Evrópa sé ein rödd og evrópskar borgir þú veist og þess vegna eigu allar þjóðir að taka við flóttamanna kvóta og þeirra einstakar þjóðir segja, nei, heyrðu, við getum bara ekki tekið við meira, þá segja við, heyrðu, þið gerir það bara samt og býtu, hvað er þá fullveldisrétturinn? Ef að þjóð getur ekki ákveðið þetta fyrir sig. En er ekki... Já, Úrsula von der Leyen segir bara, Stefán, þú verður að gera það víst. Já, en er ekki sjónarmið að þú getur áunnið eitthvað með því að deila fullveldi með öðrum? Að þeir njóti góðs í öðru til? Jú, en það gerum við nú þegar með EES-samningnum. Við höfum ekki einu sinni reynt, að reyna mikið á einstök ákvæði EES-samningsins þar sem við höfum rétt til þess, af því við höfum ekki þorað í. Stjórnvöld hafa sagt, ef við erum eitthvað rétt upp hendinu og segja, þá er samningurinn sjálfur í hættu, í staðan fyrir að vera bara nokkuð ákveðin með þennan EES-samning. Hann við gengið bara býsna vel. Já, ég held að við gætum aðeins svona elt sjálfstraust okkar með því að vera bara fullgildur aðili að Evrópusambandinu. Já, ég var áttum að því að þú ert hrifinn af því. Já, og getum setið við borðin þar Spennandi komið okkar sjónarmiðum þar á framfæri og þurfum ekki að ágjöra því að einhverjum samningi við okkur verði sagt upp með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Nei. Ég ætla að fá að varpa hér upp mynd á skjáinn. Þetta er einföld mynd sem að sýnir okkur textan að við erum að fá þetta hér á rangan skjáreindar. Þetta eru spurningarnar sem að lagðar, eða spurningir sem verður fyrir. Hún er komin hérna, þið getur snúið ykkur aftur við. Og ég ætla bara að lesa þetta upp. Spurningi verður þessi, á að halda áfram viðræðum aðild Íslands að Evrópusambandinu. Og valkostirnir eru 2, já, halda áfram viðræðum aðild Íslands að Evrópusambandinu og nei, ekki halda áfram viðræðum aðild Íslands að Evrópusambandinu. Tiltölulega skýrt. En mér finnst í orðalaginu felast atriði sem að mjög er deilt og ég held að skipti máli varðandi framgang málsins og það er það hvort að þessum aðildarviðræðum hafi verið slegið á frest þegar að ný ríkisstjórn tók við 2013 eða hvort að
við séum að hefja þetta ferli að nýju. Og ég og nú ég að tala við fólk út Kaupir og Kappinn inn í stjórnkerfinu annars staðar og þetta menn tala algjörlega í kross þarna. Björn Bjarnason mjög skýr, Gunnar Bragi Sveinsson fyrir utanríkisráðherra sem skrifaði bréfið út, hann mjög skýr. Utanríkisráðherra lýsti yfir á sínum tíma að umsóknin væri dregin tilbaka en núna segir maður bara, já það getur vel verið en við ætlum samt að halda þessu áfram. Hvað rétt? Við verðum að fá botn í þetta. Þetta skiptir máli. Ég sko... Hvað finnst þér? Mér langar til að bregða mig bara aðeins Bara á vefsíðu Evrópusambandsins Ísland ekki tilgreint sem land sem með virka En getur það ekki alveg gerst ef þú slærð umsókn á frest, getur það ekki verið bara réttu prótókoll að bara taka landið af þeim lista? Sko, má ég en ég menna það eru lönd þar sem hafa verið með umsókn eru þar á listanum, það hefur ekkert gerst þar eins og með Tyrkland í áratugum herrans. Þeir sóttu einhvern tímann 86 eða hvernig það var. En eru samt á listanum? Já, það alveg hárrétt. Ég hef ekki viljað láta taka sig af honum, greinilega. Sko, þetta bæði og. Þetta bara mjög valid spurning og sko, þetta svolítið sem bara eins og köttur Schrödinger, sko. Hann bæði lifandi og dauður, sko. Já. Og Mér finnst þetta mál vera þess eðlis að það hljóti vera hægt að kveða upp úr þetta. Sko. Og ég skil vel að ef að menn vilja keyra á aðildarumsókn, þá betra að það sé verið að taka upp umsókn sem í gildi. Já. En þetta þarf hins vegar að vera rétt. Já, sko, en þetta náttúrulega, þetta snýr líka bara því að sko, pólitík auðvitað listins mögulega, sko, og það að sækjum aðild að Evrópusambandinu, það þýðir að þú ert að fara í gegnum öll þing, skilur mig, sambandsins aftur og senda inn aðildarumsókn og það alls konar svona hlutir sem þurfa sko, alls konar svona hringi sem þarf að hoppa í gegnum til að gera það. Og það sem að segja að við séum að halda áfram með þessa aðildarumsókn þýðir það að við sleppum hugsanlega við eitthvað af þessum hringjahoppum, sko. Og það að þurfa að samþykkja þetta í öllum þingum En þarf það ekki að liggja fyrir? Þarf ekki þjóðin... Sko, Alþingi sóttu þetta aðild á sínum tíma. Alþingi hefur ekki dregið hana tilbaka og það náttúrulega á þeim grundvelli sem að hægt að halda því fram að það sé verið að halda áfram með þessar aðildarviðræður. Þannig að þetta tæknilegt atriði af því að það utanríkisráðherra sem afturkallar en það var þingið sem að... Já, það liggur auðvitað fyrir. Hins vegar það alveg ljóst að það þarf auðvitað endurheimsækja allt það sem búið var að ræðum á kjörtímabilinu 2009 til 2013. Það sé að kaflarnir sem var búið að loka og það hefur Þorgerður reynt að segja það þurfum við að fara í gegnum einhver endurskoðun. Ég meina það hefur bara breyst svo margt bæði í Evrópusambandinu og í heiminum. Það bara gefur auðvitað. Já, þannig að það lostum ekki til það. En svo margt annað áhugavert í þessu. Nú er Evrópusambandið á góðri leið með það að setja allt á fullt varandi sameiginlega öryggis- og varnarstefnu, jafnvel bara evrópskan her og út af þeim bara atburðum sem hafa orðið á sér stað. Og mér finnst einhvers konar algjörlega ekki ganga upp í hausnum á mér að við getum farið að horfa á Evrópusambandið sem einhvern samstarfsaðila í þeim efnum. Í staðinn fyrir það sem við höfum verið með. Við höfum verið herlaus þjóð með sérstakan tvíhliða varnarsamning við Bandaríkin og síðan aðilar að NATO. Þetta hafa bara verið varnir okkar og ég held nú reyndar bara í stóra samhenginu hafi fólk talið að við varum bara nokkuð vel sett, sko. Við varum nokkuð örugg með þann díl. Nú heyrir maður sagt að þetta ekki lengur við og við þurfum að treysta á Evrópusambandi með varnir landsins. En bara allir sem vita eitthvað stöðumála í Evrópusambandinu vita það að Evrópusambandið ekki neinum færum til þess að tryggja varnir okkar. Það hefur aldrei komið ljós að þeir ekki færum til að tryggja sína eigin varnir og það nú meðal annars það sem Bandaríkjaforsetar, ekki bara núverandi, hafa sagt að það búið að byggja upp velferðarsamfélög í Evrópu með því að láta Bandaríkjamenn borga brúsann þegar kemur á öryggi og vörnum. Nú það að breyta því mjög hratt og vel og þeir eru að hækka þessi framlög gríðarlega Eystrasaltsríkin, gríðarlega Pólland og hinn að fylgja eftir. En langar okkur Íslendingum að taka þátt í evrópskum her? Langar Íslendingum að senda börnin sín í evrópskan her til þess að berjast?
Mér finnst þetta að vera svona grundvallar spurningar sem að við getum ekkert einhvern veginn bara leitt hjá okkur. Þessir umræði í gangi í öðrum Evrópulöndum. Sérstu þetta vera að hluta samningsmarkmiðunum að tryggja... Sko, mér finnst þetta vera aðeins komið fram úr okkur þannig, sko. Af hverju? Í umræðanum síðast, að þá var einmitt talað um það að það þyrfti að taka tillit til sérstöðu Íslands sem herlausar þjóðar. Og það var nú eitt af því sem ég held að hafi bara meira sig verið lokið umræðinu það í umsóknarferlinu. En það er meira sig fyrir innlimun Krímskagan, sko. Já, þannig að sko, íslenski ríkisborgarar verði sendir í einhvern evrópskan her, þið vitið, ef slíkar aðstæður kæmi upp í heiminum, þá væri það nú sjálfsagt bara það minnsta sem við þyrftum að hafa áhyggjur af, sko. Þá örugglega, sko, heimurinn kominn á þann stað að bara, hér væri alltaf hverfanda hveli, skiljiði mig. Það auðvitað ekkert að fara að gerast og það auðvitað hárrétt sem að Björn Ingi segir að Evrópusambandið auðvitað ekki að fara að koma í staðinn fyrir Bandaríkin sem sá aðili sem að vera okkur, eða sem tryggir landvarnir okkar gegn einhverri sko allsherjar innrás. En ekki hættu að Bandaríkjamenn myndu segja, heyrðu, þið eru bara veðið ykkar hest? Það er sko málið. Þetta er náttúrulega sko... Er þetta ekki áhætta? Nei, ég meina meir og minna allir bandamenn Bandaríkjanna innan NATO eru í Evrópusambandinu. Bandaríkjamenn auðvitað með fjölda herstöða inn í, það er engin evrópsk herstöð í Bandaríkjunum. Nei, það er hægt að telja sko samstarfsaðila Bandaríkjanna í Evrópu á fingrum annarar handar, skiljið. Og meðan meira öll Evrópusambandsríkin eru í NATO. Bæði Ólafur Ragnar Grímsson og Geir Haarde, fyrrverandi forseti og fyrrverandi forsætisráðherra hafa einmitt sagt að við eigum að nýta okkur þá stöðu að vera með þennan gagnkvæma samning. Við eigum ekki vera að vekja of mikla athygli á okkur með hvernig staðan er að teiknast upp í heiminum, heldur vera ánægð með þá stöðu sem við höfum. En þetta er bara akkurat þvert á það. Nú erum við bara að flagga því að við ætlum frekar þá að, við sjáum hvernig erlendir fjölmiðlar fjalla þetta, að við séum á leiðinni í Evrópusambandið. Þeir eru ekkert að segja sko þá að taka upp gamlar viðræður og kíkja í pakkana og svoleiðis. Þetta er ekki þannig. Það voru bara fréttir helgina í virtum evrópskum fjölmiðlum sem sögðu að Ísland var á leiðinni í Evrópusambandið. Ég veit ekki hvert við erum komin ef það að vera aðila að Evrópusambandinu er eitthvað sem ætti að gera Bandaríkin að fjandmönnum okkar. Nei, það er enginn að tala um það. Hvað er þetta að tala um? Ég er að segja að það hefur verið talað um það. Og hvað, hefur við að fela það fyrir Bandaríkjunum að við höfum áhuga á því að tengjast Evrópusambandinu? Ég tel að það sé mjög mikið til í því sem Geir Haarde og Ólafur Ragnar segja að við þessar aðstæður sem að teiknast upp í heiminum að þá getur verið þjóðhagslega mikilvægt fyrir okkur að vera ekki að rétta upp hendina akkurat þegar staðan eitthvað viðkvæmust og segja það að við viljum breyta öllum okkar utanríkismálum og fara frekar í samstarfi við Evrópusambandið heldur en okkar tryggustu bandamenn til áratuga. Það er það sem ég er að segja. Hver hefði haldið það fyrir 7 mánuðum að athygli heimsins beindist að Grænlandi meira og minna allan janúarmánuð á þessu ári? Já, en er einhver að tala um það núna? Við getum ekki byggt utanríkisstefnu okkar á því að vinstra fólki á Íslandi sé illa við forseta Bandaríkjanna sem að kemur svo fer. Við getum heldur ekki byggt með fullri virðingu fyrir Ólafur Ragnar Grímssyni og Geir Haarde að þá getum við heldur ekki byggt utanríkisstefnu okkar á því að vona það að Bandaríkin taki ekki eftir okkur. Það er bara ekki hægt. Það er enginn að tala um það, en hagsmunirnar okkar núna, Magnús, þetta er svo augljóst, þetta þolir enga skoðun hjá okkur. Geir Haarde var að segja að við þurfum að treysta samskiptinu Bandaríkin sem öllum bera saman er ráðandi aðili í heimspólitíkinu þessa myndir. Það var sannarlega ekki Evrópusambandið sem Ég hef ekki heyrt nokkurn mann hér á landi tala um það að við ættum að slíta tengslið með Bandaríkin. Fyrir helgi bárustar upplýsingar að utanríkisráðherra hefur 8 sinnum átt fundi í Brussel, en aldrei í Washington frá því að hún tók við. Ég held að þetta lýsi kannski bara því best hvar við erum staðsett í heiminum í dag. Og ég meina þau viðfangsefni sem við erum að fást við eru fyrst og fremst í Evrópu. Nei, en höfum við þá sinnt okkar hagsmunagæslu gagnvart Bandaríkjunum? Ég gerir ráð fyrir því að margir af þessum fundum sem utanríkisráðherra hefur verið á. Forseti Finnlands, hann er búinn að fara oft og er búinn að fara oft. Tengist því að við erum í stríði, það er stríð í Evrópu. Og Evrópuþjóðir standa saman varnir Úkraínu. Og það, meir og minna sjálfsagt flestir af þessum fundum hafa snúist það, gerir ég ráð fyrir. Kristrún Frostadóttir sagði á blaðamannafundinum eftir ríkisstjórnarfundina þegar kynntu þingsályktuna til hún á föstudaginn að með þessu værum við að kveða upp úr það í eitt skipti fyrir öll. Að við
hvort við ætlum að standa innan utan Evrópusambandsins. Með þessari þjóðatkvæði? Já, með þessari ákvörðun. Ekki eitt skipti fyrir öll? Já, hún orðaði það þannig. Okay. Ég velti fyrir mig Magnús, ég er kannski príkinslegur, ef að þjóðin segir nei, munið þið leggja Evrópuhreyfinguna niður? Sko, það á bara eftir að koma í ljós. Ég meina, ég er nú bara svolítið svona eins og íþróttamennirnir að því leiti að ég vil bara taka einn leik í einu. Já, og þetta er einn leikur. Og í því sambandi langar mig til að spyrja ykkur hérna rétt í lokin. Hvernig haldið þetta fari? Og bara, þetta er þetta alveg ábyrgðarlaust af okkar allra hálfu. Já, ég held að þjóðin segi já við því að halda áfram þessum aðildarsamningum. Heldur það verði mikill munur á fylkingunum? Það er ómögulegt að segja. Ég treysti mér ekki að spá það. Björn, ég þarf að fá Dóra DNA held ég þetta. Já, ég hef nú stundum rambað þetta í gegnum tíðina. Ég held að þetta verði fellt. Ég held að þetta verði risastór slagur þar sem að fólk óháð pólitík muni taka höndum saman til þess að verja fullveldið og sérstöðu Íslands og við séum ánað með það hvar við erum og hver við erum og hvernig við ætlum að vera og þá sé hægt að setja þessi Evrópumál á hilluna bara langt skeið. Hver verða hlutföllin? Ég hef ekki hugmyndu það. Það er ekkert gaman að tala við ykkur. Ég held að Ég vantar fyrirsagnir. Ég held að þetta verði fellt og ég held að munis skapast alveg gífurleg samstaða. Þetta verður mjög harður slagur og ég hvet bara alla til þess að láta þessi máli varða. Þetta er risastórt alvöru mál, ekki láta neinn ljúga því að ykkur að þetta sé ekki stórt. Þetta er stórt mál og það skiptir máli og við munum halda umræðunni gangandi hér. Ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir mjög líflega og góð umræðu. Ég hef sjaldan þurft að hafa jafn lítið fyrir minni vinnu eins og akkurat þessu viðtali. Magnús Árni Skjöld Magnússon. Ég kom með að segja jakkafötum. Já, þetta verður tekið fyrir í Smartlandinu. En ég hvet ykkur áhorfendur til að fylgjast hér áfram með því eftir skammarstund. Þá verða hér hjá mér Pavel Bartósek sem er formaður utanríkismálanefndar þingsins og Jens Gunnar Helgason varaformaður Sjálfstæðisflokksins og ég ætla að ræða þessi mál áfram en út frá stöðu þingmannanna eða sjónarhóli þeirra því að þetta kemur auðvitað fyrst til kasta þingsins og gerir það reyndar strax í dag. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ekki gjalda fyrir útgjöldin. Cardio. Einfaldari útgjöld. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Við þökkum Magnúsi Árna Skjöld og Birningar Hafsinni fyrir þeirra ágættu yfirferðum þetta stóra mál sem við munum halda áfram að ræða hér. Ég hef kallað til mín 2 menn úr þinginu. Það er auðvitað þingið sem mun afgreiða þetta mál vonandi fljótt og vel. Þannig að við fáum á hreint hvort að þessi atkvæðagreiðsla stendur 29. ágúst eða ekki. Þeir gestir eru Jens Gunnar Helgason sem er varaformaður Sjálfstæðisflokksins og Pavel Bartósek og hann er formaður utanríkismálanefndar þingsins og það er nefnd sem mun skipta miklu máli í þessari umræðu allri frá upphafi til enda. Velkonni báðu tveir. Góðan dag fyrir. Takk fyrir fóbik. Já, við fögnum því alltaf að fá góða gesti til að ræða hlutina og þetta er mál sem ég held að við sem er sammálum að þurfa að ræða í þaula. Pavel, geturðu kannski útskýrt fyrir okkur upphafi aðdragandann? Hvenær vissir þú að því að þetta yrði 29. ágúst og að uppleggið yrði með þessum hætti? Já, nú vorum tiltökulega skömmu áður sko, en aðdragandinn er náttúrulega bara þessi yfirlýsing í stefnu yfirlýsing ríkisstjórnar, Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins að það muni fara fram atkvæðagreiðsla þetta tiltekna mál, hvort að ég halda áfram viðræðum með Evrópusambandinu á þessu kjörtímabili fyrir lok ársins 2027 og nú hefur verið ákveðið að gera þetta með þessum hætti. Þannig að þetta er nú bara aðdragandinn, hann á sér þetta uppruna í kosningum niðurstöðum þeirra viðræðum sem fóru fram í kjölfarið og síðan svona viðræðum kannski oddvita ríkisstjórnarflokkana á milli og þetta er niðurstaðan. Ert þú upplýstur þetta fyrir þennan fund þingflokka meirihlutana á föstudaginn? Var einhver þrengri hópur í kringum forystu? Nei, þetta er unnið í ráðuneytinu sko. Ég vil nú ekki fara með eitthvað rangt mál, það kann að vera að degi áður hafi ég frétt af þessari tilteknu dagsetningu en það er engin lengri undirbúningur að því en það hvað mig varðar, enda hef ég nú verið
helgina upp á þingi að undirbúa rauninni vinnslu þessa máls í utanríkismálanefnd og var þar allan sunnudag frá morgni til kvölds að svona leggja upp með hvað það hætti þetta mál tekið fyrir í utanríkismálanefnd. Því að það auðvitað ekki mjög langur tími til stefnu en þannig að nefndin þarf að halda vel á spöðunum. Þetta tekið til umræðu í þinginu í dag. Hvernig sérðu fyrir þér svona holt og bolt að ferli á þessu verði? Já, ég reikna með að það verði einhver umræðu þetta í fyrstu umræðu og ég gerir ráð fyrir að margir munu nú vilja tjá sig. Þetta er þannig mál, ég gerir ráð fyrir að margir úr stjórnarliðinu vilji taka til máls, margir úr þingflokki Viðreisnar og Samfylkingar og ég á ekki von á öðru með að við umræðuna að stjórnarandstaðan muni vilja tala í þessu mál líka, síðan verður þessu vísað til nefndar, málið sent til umsagna, margar aðila, síðast, náttúrulega ef ég segi síðast á náttúrulega þegar við þingið tók fyrir umsögna sjálfa, þá held ég að gestakomur hafi verið hlaup á tugum og ég svona reikna alveg með því að þær verði nokkuð margar í þessu máli líka þannig að nefndin þarf að funda nokkuð þétt og vel næstu vikur og mánuð og afgreiða málið vonandi þannig að það ná að klárast það fyrir þinglok sem auðvitað markmið ríkisstjórnar. Jens, höfðu þið spurnir af þessu þar sem beinum hættu, höfðu lekið út eða höfðu verið eiginlega, já, það eins og það hefur verið upplýsingarleki út í Evrópu þessa tímasetningu, ekki hér á innlendu vettvangi. Já, það er svona eiginlega hálfsbaugilegt að fréttir af þessu fara að leka í fjölmiðlum eins og þú segir út í Evrópu. En já, ég hafði engar, auðvitað var okkur farið að gruna að þetta væri að fara að koma og síðan kemur þessi leki út í Evrópu. Manni fannst samt reynda þegar þessar fréttir fóru að leka út í Evrópu að þá fannst manni samt svolítið skrítið að það ætlaði að vera með þetta í ágúst þjóðaratkvæðagreiðsluna, svona í ljósi þess að bara sumarfríum rétt að loka, það verður mikil umræða í kringum þetta og annað að vera að fara með þetta inn í sumarið í staðinn fyrir að gera þetta því það liggur ekki það stórkostlega á að það er alveg hægt að vera með þessa atkvæðagreiðslu í október til dæmis. Þannig að og undirbúa hana bara vel og gefa góðan tíma til þess að fara í umræðurnar og fólk geti kynnt sér málin. En við vorum rauninni ekki með neinar upplýsingar, konkrétt upplýsingar annað en það sem var fara að kvissast út í erlendum fjölmiðlum. Og svo þegar ríkisstjórnin lýkur fund á föstudaginn og síðan boða til þessa blaðamannafundar. Já. Pavel, eitt sem ég að hugsa í þessu sambandi, já, kannski út frá eigin hagsmunum fjölmiðlana sem að reyna að miðla upplýsingum hratt og rétti fólks. Að við höfum hér síðustu vikur verið að undirbúa umfjöllun okkar sveitarstjórnarkosningar sem fara fram 16. maí. Og maður tekur eftir því að þessi umræða óhjákvæmilega litar eða jafnvel tekur dálítið yfir sviðið. Eru engin sjónarmið eða hvað finnst þér að í raun og vera að blanda þessu saman? Hefði ekki verið heppilegri ljósi þess að það var hér stjórnarsáttmáli sem segir við ætlum að kjósa undir í síðasta lagi 2007. Hefði ekki þurft að ríkja eins konar friðarskylda sveitarstjórnarkosningarnar þannig að menn gætu einbeitt sér að þeim? En það er þetta alltaf ekki samhliða sveitarstjórnarkosningunum, sem það hefði verið hægt að færa þau rök, en ég sé nú ekki að gott og lýðræðislegt samfélag eins og okkar get ekki tekið sér sína 3,5-4 mánuði til þess að ræða þetta mál að loknum sveitarkosningunum að það sé ekki einhvern veginn nægilegt svigrúm, ég get ekki tekið undir það að En þetta er að sumri til? Nei, lok sumars. Ég held að mun ekki skapa neinn vandræði, ég held að verði bara frjó og góð umræða sem hefur rauninni þegar hafist og ég hef ekki áhyggjur af því að það verði einhver ládeyða fyrst upp úr ágúst eða jafnvel bara allt sumarið. Ég bara hef ekki áhyggjur af því. Ég meina í grunninn það sem málið snýst og þetta voru líklegast skipta skoðanir svona það upprunalega hvort það ætti að kjósa þetta strax eða aðeins seinna. Niðurstaðan í stjórnarsáttmálanum var ekki síðan 2027. Mér finnst það betra og betri áferð upp á fyrir ríkisstjórnina, menn ef að kemur já út úr þessu, þá hún hafi þá eitthvað svigrúm til að vinna út úr þeirri niðurstöðu. Geti þá hafið viðræður. Það líður á kjörtímabilið. Ég meina ef við værum að gera þetta í lok 2027 þá væri raunin ekkert eftir en að senda eitt bréf til Brussel og svo það næstu ríkisstjórnar að taka allar nauðsynlega ákvarðanir í málinu. Þannig mér finnst ég ætla að fagna því að þessi til að komi fyrir heldur en seinna. Ég held nú reyndar að svona maður horfir á tímasetningar og annað, þá held ég að þessi tímasetning hendi ríkisstjórninni mjög vel. Hún hlýtur að taka ákvarðanir á þeim grunni. Já, það hendar ríkisstjórninni mjög vel að Alþingi og það sé verið að beina bara kastljósinu almennt frá í rauninni stöðu efnahagsmála í landinu, frá hækkandi atvinnuleysi, verðbólgu, háum vöxtum
og í rauninni bara sko verkefninu sem þau virðast bara vera búin að gefast upp á, að reyna að takast á við það verkefni og þá hendar það mjög vel pólitískt að í rauninni fara að setja þingið og bara almenna umræðu, þú veist, við sitjum hér og erum ekki að ræða efnahagsmál, við erum að ræða hér Evrópumál og svona munu aðrir þættir og umræðan í landinu fara að snúast þessa atkvæðagreiðslu og annað og það miklu auðveldara að geta þá komið bara með nýja frasa orðabók sem þú getur hendin í þessa umræðu en að reyna að beina í rauninni bara kastljósinu frá í rauninni því alvarlega ástandi sem í efnahagsmálum í landinu. Og ég held að þetta sé ákveð pólitískt útspil að henda þessu inn í núna og ég tek undir að það mjög hvimleitt að þetta sé að koma hér beint onni í sveitarstjórnarkosningarnar líka. Það ekki að koma beint onni, það eru 3 mánuðar á milli, við skulum bera smá vilja. Nei, við erum að tala um aðdragandann á umræðunni að því að við viljum vera að ræða sveitarstjórnarmál fram að maí og þingið fyrir frí 2 vikum fyrir hérna, þannig að allan fyrirluta maí verður þingið í fríi. Og við hefðum það hefði verið kannski meiri bragur á því að við værum að ræða málefni sveitarstjórna og við værum að tala efnahagsmálin og svona umgjörðina í kringu sveitarstjórnarstigið í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. Ekki við þingmenn, þetta bara sveitarstjórnarfólk sem ræðir það. Ein spurning bara til ykkar beggja þetta. Ættu menn þá bara sammælast að geyma Evrópuumræðuna fram við sveitarstjórnarkosningar, af því að þetta skiptir gríðarlegum máli að það sé fókus á hana, fólk fái upplýsta umræðu, kynnist frambjóðendum í öllum þessu sveitarfélögum. Við erum að undirbúa hér gríðarlegt prógram land allt á vegum okkans og ég veit að aðrir fjölmiðlar eru svipari vinnu, en maður skynjar það bara persónulega að fókusin strax komin á þetta og maður óttast einhvern veginn að þetta, kannski taki athygli hvort frá öðru. Það er dálítið erfitt í lýðræði samfélagi að bindast einhverjum bandalögum hvað maður talar hvað ekki. En ég sé þetta samt fyrir mér, þá sé ég fyrir mér að við eigum umræði í þingsal í dag og mögulega á morgun. Þetta bara tekur smá tíma, það vilja vera margir tjá sig, síðan fer mál til nefndar, síðan málið bara í vinnslu hjá nefndir kallar til gesti og fær umsagnaraðila og einhver álit og ræðir það síðan á milli, svo það afgreitt og við stuppaði og horfum upp þessar dagsetningar þá kunna nú allir að rekna 3 mánuði mínus 29. ágúst, þetta þarf að vera samþykkt fyrir lok maí. Það er starfsæðingar eins og þú Pafel. Ég opinbera samt ekkert en að þú þarft að samþykkja þetta fyrir lok maí til þess að þessi dagsetning ná fram að ganga og það er þá markmið, sveitarstjórnarkosning koma það næs áður. Eitt af því sem að menn hafa strax veltu öngum yfir, ég heyrði strax helgina Jens, það var að menn auðvitað hafa reynslu af málþófinu frá síðastliðnu sumri í tengslu við veiðigjaldafrumvarpið og sitt sýnist hverjum í því, það er eins og Sjálfstæðisflokkurinn hafi goldið dálítið fyrir það á meðan að Miðflokkurinn verið þá notið þess. Þetta nú mál sem að menn getur mjög hæglega sett í einhvers konar málþóf, það er hægt að ræða Evrópusambandið og mögulega aðild Íslands bara út í óendanlega. Eigum við von á því að þingið verði bara undirlagt í helmingi þetta vikum og kannski mánuðið saman? Nei, en ég get alveg, það verður góð umræða þetta mál og ég held að það sé bara eðlilegt. Þetta risastór ákvörðun, þú veist, við erum og það er náttúrulega svo margt sem okkur finnst að þurfi líka að liggja fyrir. Mér finnst að þurfi að liggja fyrir þegar þjóðin fer inn í kjörklefan og er að fara að kjósa áframhaldandi aðlögunarviðræður að Evrópusambandinu, þetta eru aðlögunarviðræður, þá þurfa að liggja fyrir hver eru skilyrði Íslands. Er það nákvæmlega sömu skilyrði og voru í Jóhannustjórninni? Er eitthvað búið að breyta þeim? Hver eru skilyrðin? Hver er til dæmis nettókostnaður Íslands að því að vera aðili að Evrópusambandinu? Mér finnst það, og það mun hlaupa 20 milljarða, þetta þarf alltaf að liggja fyrir þegar að þjóðin gengur til atkvæðagreiðslu. En það virðist bara vera núna, svona bara ein mantra sem búið að ganga núna undanfarna, bara frá því að þetta kom fram, við treystum þjóðinni og segja að við treystum ekki þjóðinni. Ég treysti þjóðinni fullkomlega til þess að taka ákvörðun það að viðhalda áframhaldandi völdum á Íslandi og standa vörðum fullveldi Íslands. Ég treysti íslenskri þjóð fullkomlega til þess. En þú hefur verið á móti þessar atkvæðagreiðslu? Ég hef verið á því að atkvæðagreiðslan eigi að vera með þeim hætti að þegar þú gengur til atkvæða, ég meina þetta ríkisstjórn með 36 manna meirihluta í þinginu. Erum bara með góða meirihluta í þinginu. Þau munu fara í þessa atkvæðagreiðslu. En við gerum þær kröfur að þegar að kjósendur ganga og fara og ganga til kosninga, að þá liggi ákveðinir hlutir fyrir.
Þú getur ekki bara haft þetta einhvern veginn opið og það er þess upplýsingar liggi til dæmis ekki fyrir. Hver eru skilyrði okkar? Hver eru samningsmarkmið Íslands með þessum samningum? Og það er ekki nóg að það sé bara einhverjum spjallþáttum einn og einn ráðherra að segja eitthvað svona. Og svo er bara ákveðin upplýsingaóreiða í gangi líka. Ég vil bara minna á það að vinstri grúpan eða vinstri flokkagrúpan, systurflokkar Viðreisnar og Samfylkingarinnar í Evrópu voru að komu bara með yfirlýsingu það, voru að fagna því að Ísland var að fara að ganga í þjóðaratkvæðagreiðslu það að ganga í Evrópusambandið og á þetta lækar bara atvinnuráðherra. Hanna Katrín. Og maður bara velti fyrir sér, herðubítu, er verið að segja eitthvað annað þarna úti heldur en er hérna heima? Þess vegna segi ég, okkur liggur ekkert á. Ég treysti þjóðinni fullkomlega. Alveg fullkomlega, en við, þetta ágæta fólk hér sem er að stýra landinu og er að bera þetta á borð fyrir fólk og ætlar að koma með þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, þá finnst mér bara ákveðnir hlutir þurfa að liggja fyrir. Hver eru skilyrðin? Hver eru skilyrðin fyrir því að við ætlum að samþykkja þennan samning? Hvað mun það kosta íslenska þjóð að vera bara aðili að Evrópusambandinu á ári? Það er alls konar svona spurningar sem þarf að svara og mér finnst að þau þurfi að koma með áður en við göngum til atkvæða. Það er hægur vandi að taka saman og ég ímynda mér að utanríkismálanefnd muni skella í nokkra góðar upplýsingarbeiðnir til ráðuneytisins að svara ýmsu af því sem Jens Garðar ber hér upp, í meðlum svarandi kostnað. Það verður auðvitað samt að hafa í huga svo fólk átti sig á því að við okkar í ES í dag kostar 7-9 milljarða. Það eru peningar sem borðum bæði inn í ES og EFTA-stofnanir og síðan í sérstaka þróunarsjóði sem er svona aðgöngumiði að Evrópusambandinu. Ef ég kannski bara Danir borga í kringum 0,2-0,4% af vergri landsframleiðslu nettó til Evrópusambandsins, þannig að þessi tala myndi hækka eitthvað, kannski 2-3-falt. En verður samt síðan að hafa í huga, ef við berum eitthvað saman, að við erum nýlega búin að samþykkja hér stefnu í varnar- og öryggismálum allir flokkar, þar sem það var ekki beinlínis sagt, en það er svona okkar skilningur 1,5% af vergri landsframleiðslu farið til varnarmála. Þannig að svo við kannski berum saman að auðvitað kostar aðild eitthvað, en aðild okkar mörgum þjóðþjóðarbandalögum hefur í för með sér ákveðinn kostnað og svo lítum við svo á að við fáum hvað í staðinn. Ég meina, við búum við 9-10% vexti af fasteignalánum. Við erum með miklu hærri vaxtakostnað heldur löndin í kringum okkur og löndin í Evrópusambandinu. Þannig að það eru plúsar og mínusar. Já, en svo er náttúrulega líka að verða atveitt og þarna kemur sem sagt inn þessi orðræða, það sem er verið að tala vextina og það er verið að tala í rauninni þegar stjórnmálamenn ætla að fría sig frá því að bera enga ábyrgð á því hvernig ástand efnahagsmála er. Og við sjáum það núna bara til dæmis verðbólgan og annað er manngerð verðbólga af ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur. Er bara bein afleiðing af þeim ákvörðunum sem voru teknar í fjárlögum bara hér í desember. Og þess vegna er verðbólgan há og þess vegna er að fá þessi verðbólguskot inn og þess vegna erum við ekki að ná niður vöxtunum. Og ég held að þegar stjórnmálamenn ætla að koma og fría sig, gefast upp á verkefninu. 2019, þá var vaxtastigið hér 3,9% og það voru 2,2% vextir. Síðan kemur bara COVID og annað. Vextirnir fara upp og þeir hafa verið að fara niður. En síðan koma bara hér stjórnmálamenn sem mista tök á ríkisfjármálunum og þá er lausnin, það er bara gull og græni skógar hérna hinum megin við, að því að við erum búin að gefast upp á verkefninu. Mér finnst það óboðlegt og mér finnst það í rauninni ekki hægt og það er líka alveg eitt á hreinu að hvort sem við förum í Evrópusambandið ekki, að ef við erum óráðsíu fólk í okkar fjármálum, þá skiptir ekki máli hvort að vísareikningurinn kemur í krónum, dollurum eða evrum. Við þurfum alltaf að borga fyrir það sem við gerum og ef við högum okkur ekki vel í ríkisfjármálunum, sýnum ekki skynsemi og ráðdeild, að þá mun það ekkit skipta máli hvort við erum í Evrópusambandinu. En ég meina fyrst, það er enginn að fría sig ábyrgð hér. Það er enga síðust þannig að það hafa vextir og verðbólga hafa verið miklu hærri á Íslandi. Allar okkar lýðveldistíma heldur en samanburðarlöndum. Og þá getur verið að allir ráðherrar, fjármálaráðherrar þess tíma, flestir en frá Sjálfstæðisflokknum hafi verið óráðsíu fólk, eða það sé einhver kerfisbundin munur. Getur ekkit borið saman þjóðfélag sem var rekið á því hvort það var síldarvertíð eða ekki eða hvernig þorskkvótarnir voru eins einhæft atvinnulíf og segjum bara fyrstu 70 ár. Svo fara að koma inn álverin og nú erum við bara komið með allt og þetta virðist vera nokkuð þrálægt Jens Garðar og það var líka þannig í COVID að svo dífa sem við lentum í hvort sem þetta COVID að fjármálahrunið var töluvert skarpari heldur en sambærilegt dýfur sem þjóðir í Evrópu tóku. Þannig að við getum þetta mót okkur að skoða að þessi kostnaður sem hlýst af krónunni sé ásættanlegur út af einhver öðru sem verið fá í staðinn en ég held
að svo lengi sem við búum við þennan pinkulitla gjaldmiðil, en það minnst heiminu, þá erum við búið að við verðum með hærri vexti og hærri verðbólgu. Ég held reyndar að Finnar öfundi nú Svía og nágranna sína því að hafa sænsku krónuna en í staðinn fyrir að hafa tekið upp evruna. Sko, hluti af umræðunni hér næstu mánuði verður auðvitað gjaldmiðlamálin. Það er einn risastór vinkill inn í þessa umræðu alla. En þú nefndir, Pavel, varðandi þetta hvort að utanríkismálanefndin muni mögulega skella í, eins og þú orðaðir það, upplýsingabeiðnir til ráðuneytisins. Nú hefur ríkisstjórnin setið að völdum í 15-16 mánuði. Nú kemur þessi þingsályktunartillaga fram. Hefðu þessar upplýsingar ekki átt að liggja fyrir? Nú hefur verið að tala mikilvægi upplýstur umræðanað, hefði ekki þurft að vinna gögn af þessu tagi á síðustu mánuðum, þannig að fólk gæti nú þegar átt að segja á því hvert er matið og kostnaðinu við viðræðurnar, hvert er matið og kostnaðinu við inngöngu annað í þeim dúr. Og ég ætla að fá vera alveg heiðarlegur í spurningunum þetta vegna þess að ég tók eftir því í umræðinu veiðigjöldin að þá vantaði mikið upp á gögn og þau voru reyndar röng og þau voru gögnin og það þurfti að leiðrétta þau og meiri segja lentu við því að spurja ráðherra atvinnumála út í það hvort að það hefði verið unnið mat á því hvort að þessar aðgerðir myndu auka skatttekjur ríkisins eða ekki. Hún fullyrti að það mat hefði verið unnið en það var ekki til. Ráðuneytið vann matið aldrei. Þannig að spurningin er þetta nægilega vel unnið bara þannig að ég og aðrir sem þurfum að síðan að miðla þessum upplýsingum áfram getum gert það með fullnægjandi hætti. Ég held að sé samt ekki að þetta ætla til þess að allar upplýsingar sem allir muni byggja ákvörðun á liggi fyrir í þingsályktunartillögunni sjálfri. Hún er einungis náttúrulega ákvörðun það að búa til hennar valkost og leyfa fólki að kjósa. En ertu ekki sammála til dæmis að þjóðin viti minnstu hver skilyrði okkar eru hver samningsmarkmiðin, finnst þér ekki að þjóðinni að vita það til dæmis? Er þetta sömu samningsmarkmiðin, er þetta nákvæmlega sömu samningsmarkmiðin og voru með 2012? Ég má svara, ég meina þau í grófum dráttum með þetta útlistu þarna í. Ég er ekkert endalega viss að sé ráðlegt að segja algjörlega skref í skref, svona eins og þegar maður ég veit ekki, kaupir íbúð, þá er ekkert endalega best að fara á Facebook og segja, heyrðu, þetta er íbúð sem kostar 100 milljónir, ég væri til að kaupa 90 en ég ætla að bjóða 85 og sjá hvað mótkaupandinn segir. Þannig ég held að grófu samningamarkmiðin auðvitað eru áfram liggja fyrir, ég meina þau snúast yfir á okkur yfir auðlundum, þau snúast ýmislegt sem kemur að sjávarútvegsauðlundinni, þau snúast til dæmis að matvælaöryggi og fleiru. Þú vísar í það er 5. kaflinn, en ég nefni það bara því að þingsályktunartillagan er bara 4 síður. Þetta er ekki En svo mun vinna nefndarinn dýfgata og eins og segi, það er ekki hægt að hafa væntingar að það verður 100 blaðsina skýrsla sem kemur út úr þinginu, svo verður þetta bara fleiri aðilar sem munu halda til haga sínum rökum. Það sem ég er að segja, ég hef áhyggjur af því út frá reynslunni sem við fjölmiðlamenn höfum haft af nefndarstörfunum og bara síðast í grásleppufrumvarpinu sem fór í gegnum þingið, að það bara neituðu menn að fá álit lagastofnunar á því hvort að lögin stæðu skoðun. Þannig að ég velti fyrir mér hvort að það eigi að keyra þetta í gegn eins og það frumvarp og með þeim vinnubröðum eins og gert var í sambandi við veiðigjöldin. Leita fá seðlabankann í launavísitölunni. Nú þið þetta ákveðnum, allavega annar ykkar ákveðnum skýrum staðvarandi veiðigjalda frumvarpið og hafi haldið það eitthvað svona Ég var bara að fjalla þessi mál og ég er að lýsa þessum fjölmiðlamaður og fólk er að hlusta hér á það hvernig við upplifum það að reyna að fá þessar upplýsingar. Það eina sem við köllum eftir hér við þetta borð er að við fáum upplýsingar þannig að fólk geti tekið upplýst ákvörðun og miðað við reynsluna þarna og miðað við reynsluna grásleppufrumvarpinu þá er fólki ekki gefið kostur á því. Ég hef náttúrulega alltaf sem formaður í minni nefnd reynt að verða við sem flestum óskum bara að vinna málið eins vel og hægt er. Ég veit að þú hefur verið til fyrirmyndar í því, þú ert þá að heita því að gera það áfram. Já, en auðvitað verður samt að huga að þeim tímaramma sem þarna er settur. Nefndin þarf auðvitað að setja sér einfalt markmið að klára málið fyrir lok maí. Þetta eru örfáar vikur. Já, þetta eru örfáar vikur, en það er hægt að finna hluti vel, það er hægt að undirbúa sig vel, plana bæði fyrirspurnir og fundi og alla hluti fram í tíman og Það er fyrir lok maí, það er þú bara núna það sem fram af þinginu, það eru 2 vikur í sumarfrí og 2 vikur í frí, það er mánuður úti núna. Og sveitarstjórnarkosningar, ég bara lýsa áhyggjum af þessu, en tökum aðeins fyrir, mér langar þið hafið kynnt ykkur í þaula þingsályktunartillöguna og í 5. kaflanum eru meginhagsmunirnir og samningsmarkmiðin 10. Og það sem mér þykir áhugavert að sjá er að þar er vísað fyrst og fremst í þau markmið sem voru sett í viðræðinu 2010-2013. Og svo þegar ég skoða, þeir leggja fram 6 punkta úr þessum megin samningsmarkmiðum og ég get ekki betur síðan að það gangi allt út á undanþágur.
Það sé hvernig Ísland geti einhvern veginn fengið að vera öðruvísi heldur en Evrópusambandið almennt byggt upp. Og þá spyrir mig, þyrftu markmiðin ekki að vera meira á þá vegu hvernig við getum nýtt okkur Evrópusambandið eins og það í raun og veru Já, og þú þarf væntanlega ekki að semja það. Ég meina, ég mun aldrei sækja undanþágur frá því að nota evruna þess að fá að vera með 9–11% húsnæðisvexti. Þannig að það engin... Þeir eru ekki 11%. Þannig að, ef þú tekur svo raunvexti pluss verðbólgu þá eru þið ekkert allt of lágir. En það gott og vel. Alls ekki 11%. Við verðum aðeins að geta okkar og vextir eru líka mismunandi í Evrópu. Allt í lagi, já, en þeir eru flestir, í Danmörku eru töluvert-legri þetta er hér, svo bara, það er alveg klárt en það verður ekki til samningsmarkmiðum að komast undan evrunni, samningsmarkmiðin hljóta þetta þeim hlutum þar sem við teljum við þurfum að gæta einhver sérstaklega hagsmuna og við þurfum þess kannski ekki sérstaklega það kemur að gjaldmiðlum þess að við bara viljum taka hann upp en í mörgum þessar atriða teljum við þarf samt ákveðin upplýsingur það var nú rifjað upp hefur verið rifjað upp fundin með Össur Skarphéðinsson og Stefán Füle 2012 nafnaðinum þar sem að hann tekur bara skýrt fram að það engar undanþágur frá því að ganga inn í Evrópusambandið engar varanlegar undanþágur síðan fer ég óundirbúnar fyrirspurnir á utanríkisráðherra núna daginn og þá fer hún að tala breytta Evrópu og fer að tala bara að Evrópusambandið sé allt öðruvísi og allt þetta. Svo kemur hún, ég fari með, hún heitir Heather Grabbe held ég, sérfræðingur í þessum málum og stækkunarmálum og hún segir bara, það engar undanþágur, þetta bara spurning tímalínu, hvað það tekur, þú getur samið hvað þú tekur langan tíma í aðlagast og ég held að það einmitt þessi ákveðna upplýsingaóreiða. Flokkagrúpur í Evrópu farnar að tala það að við séum að fara að greiða atkvæði það að við ætlum að gangi í Evrópusambandið. Það er ákveðin upplýsingaóreiða í gangi og þess skiptir gríðarlega miklu máli að það liggi alveg skýrt fyrir. Skilyrðin sem við setjum fyrir því að ætla að gangi í Evrópusambandið. Mér finnst það þurfa að liggja alveg skýrt fyrir. Hver verður kostnaður Íslands? Í hópi með okkur verða lönd eins og Norður Makedónía, Moldóva, Úkraína jafnvel og einhver fleiri lönd sem að fara að sækja þarna inn og við getum alveg áttað okkur á því hvaða lönd það eru sem að fara að borga fyrir innviða uppbyggingu í Moldóvu til dæmis. En það ekki gera það í ES líka? Við munum gera það í ES líka, velmist. Já, sjóðunir virka þannig. Já, þetta eru allt önnur stærðar hvar það Já, ekki mjög miklum samt, Þetta eru, eins og ég segi, fyrst það svona kannski 7–9 milljarðar þessu 30, En það nú... Þessu 30? Það Já, þú ert að hugsa þá sem sagt að mér finnst það bara ef þetta kostar 30 milljarðar netto á gangi í Evrópusambandið á ári þá bara þarf það að liggja fyrir. Auðvitað svara þessu. Auðvitað svara þessu en svo ég hræddur að þið setjið þetta á strætó og lofið því að gefa þessa peninga til heilbrigðisstofnana eins og var gert í Bretlandi og var auðvitað á endunum ekkert staðið við. En upplýsingaóreiðan undanþágur ekki nú kannski líka tilkomin svolítið vegna tilraun til þess að láta eins og það sé nákvæmlega ekkert að semja. Og ég meina það grein í ykkar ágæta miðli í dag held ég ekki þar sem það tínt til að það komi fram í upplýsingabæklingar á Evrópusambandinu hjá starfsmanni einhver hugvitu og látnum dönsku stjórnmálumanni að sé ekki þetta semja neitt. Þetta ekkert endilega einu heimildirnar sem hættir að vitna til. Tökum til dæmis yfirlýsingu stækkunarstjóra Evrópusambandsins sem ef ég kann að lesa með til gagns þegar einhver segir að engin tveir samningar séu eins. Þá ef maður notar almenna lesskilning þá veitum hvað það þýðir. Þegar að fyrrum forseti Evrópu ráðherraráðsins, Donald Tusk og leiðtogi eins stærsta ríkis segir að Evrópusambandið þurfa að sýna meiri sveigjanleika. Hvernig hægt að í alvörunni? Hvað þýðir það annað heldur en? Hann segir að það þurfa að gera en það gera það ekki. Já, það klárlega Heldur Ursula von der Leyen sé sammálunum eða Emmanuel Macron sem að situr yfir gjaldþrota Ég tel að þessar yfirlýsingar mjög mikla ráðamann í Evrópu gefi klárlega til kynna sér svigrúm fyrir okkur sem okkar þjóðarhagsmunir að ná fram ákveðnum sérlausnum, já. Ég ætla að fá að varpa fram einni spurningu á því Jens, frá Pavel, sem að ég held að þú hefur ekki svarað. Er þetta ekki rétt hjá Pavel, að þegar þú ferð inn í samningaviðræður af þessu tagi, að þá kannski ekki gott að hafa listað þetta allt nákvæmlega upp þannig að þeir geti búið undir það. Þurfum við ekki að hafa einhver óvænt element í þessu og treysta samningamönnum ríkisins fyrir því? Já, þú ert sem sagt að segja við eigum rauninni að fara og kjósa og Pavel er að segja það. Já, og segja, við erum sem sagt að ganga til kosninga, við veitum svo lítið hvað við erum að fara að semja,
og við eigum að treysta íslenskum embættismönnum bara til að klára það. En við fáum að lokum, ég meina það þarf, eins og kemur fram í þingsályktun, það þarf 2 þing til þess að breyta stjórnarskránni og við þurfum að lokum að samþykkja saman. En Stefán, við erum að tala um það, við erum að fara hérna í þjóðaratkvæðagreiðslu sem kostar milli 500 og 600 milljónir, bara þjóðaratkvæðagreiðsla kostar það. Við erum síðan að fara í vegferð, ef að kostnaðurinn svo sami og var seinast, þá kostnaðurinn svona uppreiknað 1,5 milljarður sem við erum að fara að setja í það að fara að halda úti embættismönnum í Brussel. Þetta svona svipað kostnaður og seinast. 1,5–2 milljarðar í að halda úti sendinefndum í hérna Brussel og fara að kjósa. Og mér finnst að þjóðin, að því að ég treysti nefnilega þjóðinni. Og bara ekki til að kjósa þetta? Ég treysti henni til að kjósa þetta. En ég treysti þjóðinni, en þjóðin verður þá líka að hafa fyrir fram að sig hvað hún að fara að kjósa Það bara ekki nóg að það segja bara að búa til, að því þú ert nú að tala um að búa til plakkut. Fylla bara hér alla samfélagsmiðla við treystum þjóðinni. Punktur. Herðu, og hvað? Og hvað? Þetta þarf að liggja fyrir. Það þarf að liggja fyrir hvað við ætlum að gera. Ég alveg sammálaður því, en miðað við hvað við sjáum bara, hvað verið að segja hér, að það eru engar varanlegar undanþágur og ég vil benda á að 50 ára gamall samningur síðan 1976 við Íra að þegar það hentaði stóru þjóðunum þá bara sviku þær Írana og það alltaf verið að segja við eigum sæti við borðið, við munum fá 6 sem lágmarkið. Írar eru með 14. 6 þingmenn af 740 eða eitthvað. 720, 30, 40 og þeir eru með 14 og þeir áttu ekki meira sæti við borðið en þegar það hentaði stóru þjóðunum að þá svikur þennan 50 ára gamlega samning við Írana. Þú ert að tala um fiskveiði. Ég að tala um það þegar það var ákveðin samningur það í mjög stuttu máli sem tryggði þeim ef að kvótarnir fóru niður að þá fengu þeir ákveðið lágmark. Núna fá þeir nánast ekki neitt og horfa bara upp á hérna hollendinga og aðra veiða bara makrílinn sinn í sinni lögsögu. Þetta þurfum við að bara átta okkur á hvað við erum að ganga inn í og hvaða völdum við erum að afsala inn í þetta ríkjasamband. Og það að við erum að fara að greiða atkvæði, ég veit að við erum ekki að fara að greiða atkvæði að ganga í Evrópusambandið, en þjóðin þarf að vera upplýst það að við erum að fara í aðlögunarviðræður. Stjórnkerfið mun vera hér næstu mánuði og ár undirlagt í að aðlaga Ísland að Evrópusambandinu. Ég get ekki sagt að Ísland hafi aðlagast Evrópusambandinu gríðarlega meira árum 2009–2013. Þessi aðlögunarviðræðu frasi er náttúrulega vist ekki þýðing á neinu. Þetta heitir ekkert assimilation talks, þetta heitir accession talks. Þannig að við skulum svona... En við skulum líka vona að ríkisstjórnin núna sé ekki alveg jafn út á túnni eins og ríkisstjórn Jóhannu Sigurðardóttur. Hún mistaði þess að þessu verkefni, já, að einhver leyti, já. En það var líka, hún var mjög klofin innbyrðis og hún sótti ekki umboð til þess að fara í þessar viðræður. Þannig að ráðherrarnir í þeirri ríkisstjórn voru ekki sammála um markmið. Það er nú ekki eins og þú veist með samstíga ríkisstjórn. Þar sem að flokkur fólksins, við erum náttúrulega búin að horfa upp á þetta núna, við erum búin að horfa upp á grásleppuna og strandveiðarnar og núna launavísitöluna. Komst í miður ekki á fundin, launavísitölufundin sem var í dag, þar sem það er allir, núna síðast læknafélagi bara ekki gera þetta, þarna sér maður hrossakaupin sem verið að mýkja flokk fólksins til þess að gangast undir þessa vegferð. En eru þau ekki mjög samstíga? Nefndu eitt mál sem ríkisstjórnin hefur klofnað í. En þau eru samt búin að lýsa þeir, þau eru inn í ríkisstjórninni en þau ætla samt að berjast með kjaft og klóm á móti þessu máli. Þau munu samþykkja það að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu en flokkur fólksins ætlar að berjast með kjaft og klóm á móti þessu máli. Það er ekki hægt að nefna eitt mál sem við erum ósamstíga í. Það er ótrúlega samstíga. Við erum það og ég meina hér kemur þetta fyrst fólk frá flokkum sem voru í mjög ósamstíga ríkisstjórn og það verður ekki samt þessa ríkisstjórn. Að hún sé það, ég meina þarna vorum við með flokk aðeins að fara í það sem menn gertu sem mest að því að hverju náðu fram. Já, ég hindraði hálendisþjóðgarð, ég hindraði hitt og þetta. Þetta var það sem þingmenn Sjálfstæðisflokksins voru stoltir. Ég er að segja þegar við erum að ræða launavísitöluna til dæmis að þá bara hverfa Viðreisnar þingmennir þeir vil ekki kannast við þetta mál. Hvað segir mér, Pavel, þú þekkir þessi Evrópumál mjög lengi, við erum búin að karpa um þetta í yfir 20 ár. Mætti með reglíf hérna á fyrsta fund okkar. Já, það var svakaleg reglíf. Hvað heldur, segjum sem svo að þjóðan segi já við þessu og þetta fyrir að stað, hvað heldur að þessar viðræður taki langan tíma? Því að ég held að skipti máli fyrir fólk að átta sig á því hver tímaraminn er, því að tími kostar peninga og þetta mun taka mikinn fókus af stjórnsýslunni óhjákvæmilega og bara íslensku samfélagi í samtali um þetta. Já,
Sko Finnar, þær þjóðir sem tók skemmsta tíma hjá voru Finnar og þau EFTA-ríkin, það voru einhver 3-4 ár. Já. Það er óraunhæft að ætla sér að þetta taki skemmri tíma en það. Þannig að við værum sennilega þá að ganga inn öllu óbreyttu í kringu 2030. Já, en sko ég veit þú vilt fá fyrirsögn, ég bara samt að reyna að svara hlutunum eins vel og hægt er. Ég hef óbeitt á fyrirsögn. Já, ég meina ef við lítum á þetta sé 3-4 ára ferli, þá ég meina ef við, nú 2026, þá 2030, það er svona metnafullt, en það ekki fullkomlega óraunhæft. En það þarf náttúrulega líka að breyta stjórnarskrá og það er náttúrulega 2 þing sem það þarf rjúfa þing og annað. Annað í þessu sambandi, það er ótrúleg upplýsingaóreiða það hvort að Ísland hafi sagt sig frá samningaviðræðunum 2010-13. Og ég er búin að fara í gegnum öll þessi gögn og þetta umræðan er alveg óðbóðslega ruglandi og almenningur getur ekki gert sér grein fyrir því hvað er í gangi. Þess vegna langar mig til að spyrja einna spurningu sem ég held að sé lykilatriði. Ef að við göngum í þessar og segjum já 29. ágúst, mun þurfa ríkjaráðstefnu 27 ríkja Evrópusambandsins til þess að veita samþykki fyrir því að viðræðurnar fari í gang eða þarf það ekki? Ég myndi halda ekki. En auðvitað, sko, þetta eitthvað sem Evrópusambandið þarna á endanum getur ákveðið, nema þarna svolítið hjá samningsaðalunum okkar ákveðið, en út frá... Nú Þorgerður búin að vera á fundum með þessu fólki og Kristrún með Ursulu von der Leyen og þessum potentátum í Brussel, alveg út í eitt. Er nokkuð erfitt að fá það á hreint? Hvort það þurfi ríkja? Mér finnst það skipta máli fyrir almenning. Að fólk átti að sjá því hvort það þurfa að bera þetta undir öll 27 ríkin eða hvort þetta fari bara á sjálfstýringu inn í gamla ferli með kaflana sem var búið að loka og kaflana sem ekki hefur verið opnað. Mér finnst okkar hagsmunir, ég vil tala að það getur verið að fólki upp í Evrópu finnist eitthvað annað, mér finnst þetta okkar hagsmunir vera þeir að ef að sjálfstöð fullvalda íslensk þjóð tekur ákvörðun að semja við Evrópusambandið, þá sé það ferlið að taki sér skemmsta tíma sem hægt er. Mér finnst það augljóst. Þannig að það er okkar hagsmunir, okkar afstaða og ég er ósamlega að segja upplýsingaóreiða í þessu. Það er náttúrulega, Ísland segir að okkar umsókn sé gild, Evrópa segir að okkar umsókn sé gild. Ísland segir það ekki. Jú, ríkisstjórn Ísland segir það. Utanríkisráðuneytið sagði á sínu tíma að umsóknin hefði verið dregin tilbaka. Ef hún hefur verið dregin tilbaka. Ísland segir það í dag og Evrópusambandet segir þetta í dag. Svo getur verið að segja eitthvað fólk sem hafi verið... Ég held að það sé reyndar til þess að sko, þetta svona bara samkomulag milli Úrsulu og ríkisstjórnarinnar að bara til þess að einmitt að forða allir þessari umræðu og fá öll ríkin til þess að samþykkja og tefja ferlið sem að svona ef að við værum að bara komin fersk að þá til þess að sleppa því að þá erum við bara allt í einu með virka og við erum bara með virka aðildarumsókn. En það er okkar hagsmunir, skilur við, ég veit þú getur verið ósamlega því að gangi Evrópusambandið, en ef við sem þjóð ákveðum að við viljum sækjum aðild Evrópusambandinu, þá er það ekki okkar hagsmunir að það ferli taki sem lengsta tíma. Það er alveg rétt, en það skiptir máli að gera hlutina rétt. Og ég eiginlega skil ekki sanna sagna, ég reyndar fæ ekki viðtalið Þorgerði Katrínu. Hún mætti í Sprengisandi í gær eins og ekkert væri óður en eftir því var kallað. Ég er búin að senda fyrirspurn á hann og ráðuneytisstjóra utanríkisráðuneytisins og við fáum ekki einu svona svör sem er brot á lögum, sko. Það er brot á lögum. Og mér finnst skrítið, núna þegar ég er að reyna að upplýsa almenning þetta, að ég hafi ekki á hreinu hvort að það þurfi þessa ríkjaráðstefnu til. Það er algjört lykilatriði í þessu. Ég er ekki viss það að almenningur muni í kjörklefann 29. ágúst segja já og nei byggt á því hvort það þurfi ríkjaráðstefnu í janúar 2027. Ég bara spái því að það verði ekki lykil þáttur í ákvörðunartöku fólks. Ég get alveg fullyrt við þig, Pawel, að það skiptir miklu máli að við höfum alla þessa hluti á borðinu þegar að fólki gengur að sjálfsög, en við erum samt að semja við einhvern annan aðila og það er ekkert endilega víst að það liggi fyrir. Kannski verður bara einhver sem muni telja innan ráðherraráðsins að þurfi ríkjaráðstefnu og það verður slík haldin, en okkar afstaða íslenska ríkisins og það er okkar hagsmunir að halda í fram að okkar umsókn sé gild og við getum gert þetta án þess að þurfa að kalla saman á spatterið. Þetta verður mjög fróðlegt. Ég hlakka til að fylgja ykkur félagunum og þinginu í gegnum þetta og við munum standa hér vaktina næstu vikur á mánuði. Þið höfðuð af okkur sumarleyfi, held ég. En ekki þinginu, þið farið alltaf í sumarleyfi. Ég held að ég sé nú ekki að plana langar ferðir til útlanda þetta sumar. Já, kannski til Evrópu. Pawel Bartósek og Jens Kári Helgason, takk kærlega fyrir líflega og góða umræðu. Þetta er það sem við þurfum í þessu sambandi. Takk sömuleiðis. Við segjum þessu þá lokið hér af vettvangi spursmála þennan mánudaginn. Aukaþátturinn er liðinn að lokum.
Við verðum hér á 50daginn klukkan 2. Það er vegna þess að opinber útför Davíðs Oddssonar, ritstjóra Morgunblaðsins og fyrrverandi forsætisráðherra, verður gerð frá Hallgrímskirkju klukkan 1 á föstudaginn. Hún verður sýnd í beinu streymi á mbl.is og ég hvet ykkur til þess að fylgjast með. Verið þið sæl.